Allt í ferðalagi. Komið sæl, við sjáum hér á gerðartólamyndinni sem var tekin upp breytt í dag að það voru svona myndaleg skil hér austan til á landinu, voru hríðarviðvarnir í gildi, gular á Suðausturlandi og líka einnig á Austfjörðum og Austurlandi að Glettingi og þær falla út og hafa fallið út allar núna rétt sexleytið og því að ganga niður en það er nú ennþá samt svona svolítið stíf norðaustanátt með snjókomu eða éljum nyrst á landinu en það var ágætisveður víðast hvar annars staðar á landinu og nokkuð bjart sums staðar sérstaklega sunnan til. Þessi skil þau þokast áfram austur á bóginn þannig að veðrið ætti nú svona lagast smá saman sérstaklega norðan til landinu, það létti til víða sunnan til landinu og svona verða einhver él áfram svona fram eftir degi á morgun norðan til en við sjáum í næstu lægð hér langt frá okkur yfir Kanada sem að mun nálgast landið næstu daga og koma við sögu á mánudaginn. En það eru svona dálítil hlýindi í skilunum en síðan kólnar hjá okkur allverulega og sérstaklega þegar nær að lægja og létta til seint á morgun og annað kvöld. Það er útlit fyrir að verði hörkufrost annað kvöld á öllu landinu. En sjáum að það er létt yfir hér sunnan heiða en það verður svolítið þungbúið í kvöld og nótt norðan til og él en élin fara minnkandi svo þegar kemur fram á morgundaginn og lægir víðast hvar en við sjáum að það er drag hérna dálítið drag sem myndast hér sunnan við landið en ég á ekki von á því að það komi einhver teljandi úrkoma úr því. Það verður eitthvað skýjað hér allra síðst en við sjáum að víða bjart hér vestan til á landinu og jafnvel á Suðausturlandi eitthvað en svona verður lengst af þungbúið og dálítil él á Norðausturlandi fram eftir degi en ætti að létta til einnig þar annað kvöld og bláar tölur allsráðandi 1 til 8 stiga frost á morgun sem léttir víða til á annað kvöld og aðra nótt hörku frost og má alveg reikna með að verði tveggja stafa frosttölur í öllum landshlutum og jafnvel að ná í 20 stiga frost svona í innsveitum á Norðausturlandi. Snjókomubakki myndast og kemur inn á landið á sunnudaginn, þyknar upp og með snjókomu færist svona inn á landið þannig að svolítið stíf sunnanátt og líklega svolítið hríð í þeim þegar þau ganga yfir og svo er vindur það stífur að það má alveg reikna með að verði skafrenningur á heiðum svona Holtáraheiði, Öxnadalsheiði eða Steingrímsfjarðarheiði en austasturlandinu vel bjart svona lengst af verður einnig svona einhver él sem að gangi yfir á suðvestanverðu landinu en síðan þegar líður á daginn og seint á sunnudaginn þá verður vaxandi suðaustanátt og sem tekur við með meiri úrkomu og líklega svona verður slyddukennd svona mjög fljótt og síðan fer hann yfir í rigningu sunnudagskvöldið þegar við sjáum skilin koma almennilega inn á landið með hvassviðri víðast hvar en þau verða komin svolítið austarlega á mánudaginn svona hádegi þá verður komin hérna austan við landið það verður talsverið að mikil úrkoma hér á Suðausturlandi og líklegast að mestu rigning svona allavega þegar líður á mánudaginn gæti byrja sem snjókoma fyrst morguninn og einnig á það við suðvestur hluta landsins mánudagsnóttina gæti byrja að snjóa fyrst en síðan fer það í slyddu og rigningu. Verður komin norðaustan stórhríð á Vestfjörðum þetta leyti en svona hægari vindur en víða snjókoma fyrir norðan og það hlýnar hjá okkur hitatölur svona orðnar rauðar víða á þriðjudaginn verður áfram vonskuveður stórhríð á Vestfjörðum en svona skapleira annars staðar en víða él eða slydduél. Það verður vaxandi suðvestanátt og rigning á Bretlandseyjum á morgun en það er svona hæð hér sem að ræður ríkjum ágætisveður
Skandinavíu og svona inn á meginlandinu víða bjart veður en það svona óstöðugt loft hér á Balkanskaganum og Ölpunum, skúraleiðingar, einhverjir skúrir svona inn á Íberíuskaga en annars meinlaust veður og hlýtt en síðan þetta gott í bili, verið sæl.